Í Laufkoti í Hjaltadal búa ungu hjónin Bylgja Finnsdóttir og Hjörvar Leósson. Þau eiga 4 dætur, Kamilu Líf, Betty Lilju, Mirru Rós og Dalju Sif. Fyrir 1,5 ári fæddist svo einkasonurinn Bernhard Leo. Bernhard með eindæmum brosmildur og fallegur drengur en hann glímir við fötlun sem kom snemma í ljós. Ja, hann sem sagt með genagalla og við erum bæði sem sagt berar af gölluðu geni sem heitir SLC13A5 og í rauninni ótrúlegt að við skulum eiga 4 heilbrigð börn því að það eru 25% líkur á að barn sem á foreldra sem eru berar fái þennan genagalla því að þarf í rauninni ekki bara, það er svo sem ekki mjög flókin útreiningu, bara ef hann fær gallaða genið frá okkur báðum þá og þannig að þær getur vel verið berar stelpurnar til dæmis og þetta lýsir sig þannig að hann á mjög erfitt með mál og svona litla vöðvaspennu í efri hluta líkamans og svo hann flogaveikur og þetta sem sagt ekki flogaveiki sem eldist, hún mun fylgja honum alla tíð. Hann hefði ekki verið 12 klukkustunda gamall þegar hann var tekinn og þá var svona ljóst að það væri eitthvað ekki í lagi, var ekki að metta nógu vel og var þá sendur yfir á vökudeild, hann er fæddur á Akureyri og þar er hann bara rannsakaður alltaf helsta hvort það væri einhver sýking og farin í alls konar test og 3 dögum seinna erum við send suður á gjörgæslu vökudeild þar og þar undirgekkst það líka alls konar rannsóknir og þegar við erum þar inni að þá er okkur boðið að fara í genapróf til að bara útiloka alla þætti. Í rauninni var bara svörin sem við vorum búin að fá fram að því að hann væri með súrefnisskort, hefði orðið fyrir súrefnisskort í fæðingu sem var eiginlega átti ekki við rök að styðjast, þetta er bara eðlilegasta fæðing sem að ég hef verið bara eða átt af þessum 5 börnum og þannig að ég trúði því ekkert alveg en við ákváðum að fara í þessa genarannsókn og við fáum niðurstöðu úr henni þegar hann er 2,5 mánaða og hann er yngstur í heiminum til að fá greiningu á þessum genagalla svona snemma og meðferðin bara var strax í átt að því hvað við værum að glíma við og líka bara léttir að fá að vita að því að ég var ekkert sátt við að þetta væri einhver súrefnisskortur að þetta var svona eiginlega pínu léttir að vita að það væri einhver ástæða á bak við að hann væri svona mikið veikur og að fá þessa slæmu krampa sem var erfitt að ráða við. Hann var í rauninni bara nokkra klukkutíma gamall og ef ég hef ekki mikið treyst mig til þess að skoða myndbönd eða myndir frá því að hann fæddist en ég hef einu sinni hort á myndband sem ég tók kvöldið eða nóttina eftir hann fæðist og þá er alveg augljóst að hann er á fullu að krampa sem að við þekkjum núna eftir á og hann fæðist mjög blár og svona eiginlega hálf líflaus þurfti svolítið að koma honum til til hann færi að gráta og sýna lit þannig að eftir að fær greiningu og við förum svona að komast í samband við bæði foreldra þessara 2 annarra íslensku barna og eins sjá myndbönd út úr heimi úr svona alþjóðlegum samtökum. Já. Þá gerum maður þess að grein fyrir eitthvað sviði var breytt á fötluninni. Það er alveg frá því að vera mjög fötlubundin í hjólastól og geta ekki tjá sig og í það að vera bara geta labbað og sagt alveg fullt af orðum og svona þannig að það og maður metur alltaf bara litla sem hann getur þegar hann fór að geta gripið í dót að þá eitthvað sem maður var ekkert að fagna svona agalega með hin börnin en maður fer að meta allt svona þetta litla hvað það skiptir miklu máli að eða núna þegar hann fór að skríða þá átti nú engin von á því að hann gerði það og það var bara núna þvælist hann allt og skemmtilegast að fara inn á baðherbergi og loka sig þar inni og það var eitthvað sem við héldum að við myndum aldrei þurfa að glíma við aftur eða tæta úr skápum inn í eldhúsi. Ég var bara búin að ákveða að við þyrftum ekkert að kljást við það og
og það bara geggja gaman þegar hann kemst í skápana að hann skuli gera þetta. Þannig að maður að fagna svona litlu og einhverju sem að maður væri kannski pirraður yfir með heilbrigða barnið. Ég held að væntingarnar hafa einhvern veginn bara fókið út gluggann. Já. Og maður hefði svolítið tekið bara því sem að kemur sko. Og líka held ég að við höfum alltaf tamið okkur að tala aldrei það sem hann getur ekki. Við erum alltaf bara það sem hann getur og það svona, þá getur hann svo mikið. Ef maður bara að fókusa á það. Þannig að, og þó maður sjáu kannski meira núna þegar hann er farin að eldast, hann sé ekki alveg eins og börn á hans aldri að það var samt hellingur sem hann getur. Hann er svo klár. Klár. Það er líf og fjör í Laufkoti en fyrir utan mjólkurkýrnar og kindurnar eru á bænum 3 hundar og 2 kettir. En já, þetta er aðalega kúabú. Og barnabú. Og barnabú. Það er 3. fjölmennasti bústofnin, það er mannfólkið. Nýverið bættist í þennan fjölbreytta hóp labradorhundurinn Jaki. Hann er þó engin venjulegur hundur en hann er tilkominn til þess að aðstoða Bernhard. Sjöfnsystir mín, hún lærir hundaþjálfari og hún svona, tóka mikið inn á sig hvað hann var veikur og gæti þurft að glíma við margt bara í lífinu og hún hugsaði einhvern veginn strax bara að fá hund, þeir gætu gert svo mikið og við vorum einhvern veginn ekki í þeim pælingum. Og hún fór svona endalaust að sýna okkur vídeo og svona myndbönd af aðstoðarhundum og hundum sem að læra inn á flog og svona og þá fórum við svona að ræða þetta hvort við ættum að fá okkur hund og svona, eftir smá stund þá einhvern veginn vorum við komin inn á það að leita að hundi. Eða hann var fundinn fyrir okkur. Já, eða það. Hann fór í gegnum mjög strangt sálfræðimat. Það var einhverja 6 A4 síður sem að þetta mat var sem að var gert að þeim sko. Hann er þjálfaður í það að labba með Bernhard, þannig ef Bernhard mun læra að labba eða þurfa stuðning við að labba þá getur hundurinn aðstoða okkur við það. Hann getur stutt sig við hundinn og jafnvel ef hann fer að læra að standa upp og svona, þá getur hann nota hundinn til þess og svo er hann þjálfaður í að ef hann fari að labba, hann labbi rólega með honum og fylgi honum. Og líka er búið að þjálfa hann í að sækja hluti og svona, þannig að ég notaði hann til dæmis inn í gær þegar vorum að taka til að tína upp dótið hérna. Það var mjög skemmtilegt og síðan munum við færa það yfir í það að hann sæki neyðarlyfið. Þannig að ef að Bernhard fái flog og við þurfum að gefa honum lyfið til að stoppa flogið, að þá getum við látið hundinn sækja það og koma með það til okkar. Og síðan er líka búið að kenna honum sem að við höfum svo sem ekki fengið reynslu á því að við höfum verið mjög heppin að hann hefur ekki fengið flog núna í langan tíma að kannski með tímanum mun hann læra að láta vita af flogunum. Ef hann finnur það að það fara að koma flog að hann láta okkur vita. Það verður þetta er einhverja eitthvað hormónatengt og það verður einhver lykt sem að hundar skynja sem að tengjast flogunum og þá er einhver leikur sem að við förum í og hann lærir inn á það alltaf þegar þessi skemmtilegi leikur að þá er það að því að það er eitthvað ekki alveg að því hann finnur þessa lykt, þá er von á leiknum þannig að þá á hann allur að spennast upp og svona þannig í rauninni er hann er kannski ekki beint að segja okkur að það sé flog, hann er að segja okkur að hann vilji fara að leika. Já, en það er ekki komið reynsla á það af því að við höfum verið það heppin að það hafi verið fá flog núna síðustu mánuði. Hann er á leikskóla? Já. Hvernig gengur það? Það gengur bara ótrúlega vel. Ég hélt að það yrði svona erfiðast, það er ekkert fyrir hvern sem er að ætla að passa hann og þurfa þekkin og flogin af því að stundum er það eiginlega mjög erfitt að greina hvort hann er að fá krampa eða ekki. Þannig ég hélt að það yrði mjög erfitt og ég yrði bara sitjandi heima í bíða við símann en hann fékk dásamlega konu sem að er að vinna bara með hann og er bara hans svona stuðningsaðili og hún tekur honum eiginlega bara eins og barninu sínu
og það gefur manni svo mikið og allur leikskólinn og allt starfsfólkið, það bara svona, það sýnir manni bara hvað ég þykir vænt hann og hann með í öllu og svona, og hann finnst það bara ótrúlega gaman. Þetta náttúrulega bara besti leikskólinn á landinu. Það er ekki þetta að skafa því og besta starfsfólkið, sko. Laufkot staðsett innarlega í Hjaltadal, 30 kílómetrum frá næsta sjúkrahúsi. Við vorum svona svo til nýbúin að kaupa og gangi gegnum mikið að eignast jörðina og svona, og við ákveðum einhvern veginn bara, hann verður bara að læra að lifa með okkur eins og við með honum, og við höfum allt til alls, við erum með súrefni og við erum með mettunarmæli og þetta neyðarlyf og kunnum að bregðast við ef hann fær flog. Hann hefur aldrei lent í því að fara í öndunarstopp, þannig að við höfum svo sem ekki lent í einhverju svo alvarlegu, og sjúkrabíllinn hann hefur minnst verið 20 mínútur að koma, og við höfum bara vanið okkur á að því að við erum svona langt í burtu að þá hringjum við strax á sjúkrabíll þegar hann að fá flog, og annarkvort ef við náum honum úr því sjálf eða að þá hringjum við bara og segjum þeim að þetta sé allt í lagi og þeir þurfi ekki að koma. En svo þarf maður stundum til Akureyrar og það svona aðeins lengra. Svo bara sjúkraflutninga fólkið ótrúlegt, sko. Þú veist, þeir hafa komið til okkar hvað mest, 3 sem daginn. 2. 2. Og þegar kvödd okkur seinna skiptið þá sögðu þeir bara, hringið bara aftur. Þú veist, það er alveg ótrúlegt að finna það, að manni fannst þetta mikið tilstand að þú veist, vera að kalla út sjúkrabíl og hann kemur upp, þetta í forgangsrekstri og svo fer hann bara aftur, sko, tómur, gera það 2 sama daginn, sko. Og þeir þekki okkur alveg, þeir eru búin að koma náttúrulega oftar en læknarnir, af því að það er alltaf kannski, eða oft nýr og nýr læknir, og þeir vita bara nákvæmlega hvernig hann og hvernig á að tækla hlutina, og þeir eru alltaf að passa upp á alla í kring og það er gott. Og við höfum líka bara frá upphafi alltaf vanið okkur á að stelpurnar eru alltaf með, ef að þær eru vakandi eða heima, að þá við ýtum þeim aldrei úr þessum aðstæðum, þær bara eru með og taka þátt eða fara og opna fyrir sjúkraflutningamönnunum eða græja lyfið, eða þær við höfum alltaf passað það að þær upplifi það ekki að þær séu eitthvað svona ýtt til hliðar þegar það er svona. Og við höfum, þó ég segi sjálf frá, alltaf verið mjög róleg, og það með þess að fólki á neyðarlínunni alveg bara tiltekið við læknana. Mamman hringdi og hún var alveg óvenju róleg og það er alveg, við höfum ansi oft fengið að heyra það, og læknarnir stundum sitja bara, er í lagi með ykkur? Já, við gerum bara það sem við getum gert og við getum ekki gert meira, og svo bara kemur í ljós hvernig það fer, hvort við þurfum að Akureyri. Mér fannst þetta einu sinni mjög erfitt, það var þegar hann fær stóraflogið í nóvember, að þá erum við á Króknum í Sundi með yngstu 3, og þá fær hann krampa og við endum á að fara inn á Akureyri, og svo allt í einu erum við komin bara í sjúkraflug suður, af því að það þurfti að svæfa hann. Og þá var þetta svolítið mikið, allt í einu var ég bara á Króknum, en svo er ég bara komin í Reykjavík og stend bara þar í fötunum sem að ég var í að koma úr Sundinu, sem betur fyrir var ég búin að styrtu þar. En og þá fannst mér þetta svolítið svo mikið, en svo einhvern veginn rennur það bara í gegn og er búið bara. Maður heldur bara áfram að takast á við þetta. Takk. Já, svo komum við kannski aftur að hvað maður á mikið af fólki að hvert einasta skipti sem hann hefur fengið flog, þú veist, þá hefur komið fólk til að sjá börnin og sjá heimilið, og aðrir hafa komið og séð búskapinn, og þú veist, við höfum bara getað labbað út í rauninni og komið svo eftir kannski 2-3 daga og bara tekið við aftur, sko. Eða eins og þegar hann fæddist, þá bara hurfum við í mánuð og komum svo bara heim, og þá var búið að sjá fjósið og börnin og græja allt þegar við komum. Þannig að það er ómetanlegt að eiga allt þetta fólk. Ég held að það kannski hjálpa mann líka að vera rólegum, að maður veit að allt annað verður í lagi. Já. Maður hefur ekki áhyggjur af
maður getur einbeitt sér að Bernhard og því sem í gangi með hann, sko. Eru stóru systur duglegar að hjálpa litla bróður? Já, mjög. Það er náttúrulega mjög heppnar með það. Það hafa bara eins og við kannski, það hafa alla þroskast mikið. Við að náttúrulega alltaf ákveðin þroski að eignast minna systkini, sko, eða yngri systkini. Og við höfum, eins og segja, aldrei útilokað þær úr neinu og það hefur bara gengið ótrúlega vel. Kannski gott dæmi með þessa elstu að þegar hann fæðist og við erum búin að vera burtu þarna í einhverja vikur þá heyrði umsjónarkennarinn til hennar að hún var einhver vinkona að spyrja hvort hún geti leikið og þá segir hún það að það verði þá að vera heima hjá sér því að það sé svo mikið að gera, mamma og pabbi sé ekki heima og það þurfa allir að hjálpast að. Þannig að 10 ára gömul þá var hún alveg með það að reyna að það væri nóg að gera, sko. Hvernig tilfinning var það eftir að eiga 4 heilbrigð börn að upplifa þetta? Það er kannski, það er alltaf mjög skrítið, sko. Maður svífur í svolítinn tíma á bara svona óvissunni, sko. Og það er náttúrulega kannski fyrsta sjokkið að vita að það er ekki allt í lagi. Ég veit ekki hversu oft maður hefur sagt, það er bara mikilvægt að þau séu heilbrigð. Maður eiginlega hættur að nota þann frasa. Og og svo kom svona, myndi ég segja, kannski annað svona, en minna kannski sjokk þegar að þú veist svo hvað þetta er. En leið eins og Birgir sagði þá er það náttúrulega léttir líka, sko. En ég held að við höfum nú reynt að vera nokkuð jákvæði gegnum þetta. Og svona stundum reynt að sjá einhverjar spaugilegar hliðar á þessu. Það er til dæmis þegar við erum á Akureyri og hann er fluttur yfir á vökudeildina. Þá tók svolítið tíma að útskrá Bylgju af fæðingardeildinni. Þannig að við vorum í rauninni ennþá skráð þar inni. Og vildi svo skemmtilega til að það var engin önnur kona inni þannig kvöldið. Þannig að við sátum ein inn á fæðingardeild, barnlaus. Og vorum þar hérna í kvöldmat, það var rosalega svona... Ljósmannar voru búin að dekka upp, sko, borð, matinn og setja það inn á kaffistofu og þetta var alveg bara svona rómantísk stund sem við áttum þarna með ekkert barn og þetta var mjög svona sérstakt og notalegt, sko. En svo, við höfum fengið náttúrulega rosa mikinn stuðning, bæði frá bara fólkinu okkar og fengum prest á sjúkrahúsinu á Akureyri. Og svo hefur sér að Halla hérna á Hofsósi verið mjög duglega að koma og ræða málin. Og það sem ég held að hafa hjálpað mér mest er bara tala opinskátt þetta og nota Facebook til að tjá mig og svona upplýsa bara aðstandendur okkur bara allt. Og við einhvern veginn bara erum svo þakklátt fyrir að eiga hann og hann er búinn að kenna okkur svo ótrúlega margt. Og það er eiginlega... Hvað? Það er eiginlega ekki hægt að lýsa því, sko, hvað maður græðir í rauninni mikið á að eiga fatlað barn. Það er eiginlega, já, hann er alltaf að kenna okkur eitthvað. Og þannig að við horfum svolítið bara á það og margt sem hann gerir og getur. Og eina sem við spurðum þegar við fengum greininguna var bara, mun hann geta lifað eða er hann að fara að deyja eftir einhverja daga eða mánuði og bara það að hann ætti vonum gott líf þrátt fyrir að vera svona mikið veikur að þá er það bara gefur manni nóg. Já, ég held sem það er mjög þroskandi. Ég held að við höfum bæði fullorðið mikið einhvern veginn svona, ef er hægt að segja þannig. Heyrðu, vilt þú spjalla?